Harðar, hvernig búið að ganga smá erfiðlega hjá okkur í Þýskalandi? Hvernig að koma aðeins bara út úr því umhverfi? Það bara fínt. Það alltaf frábært að koma til Íslands, hitta strákana og spila fyrir sig landslið. Það alltaf frábært. Getur aðeins lýst í bara hvernig þetta hefur verið hjá okkur í Melsungen síðustu vikur? Já, bara erfitt sko. Margir meiddir, mikið af meiðslum og bara, já, kannski ekki beint nýtt lið en það eru nýju leikmenn að koma inn í þetta sem eru bara meiddir mjög lengi, þannig að þetta er smá taktlaust hjá okkur og erum bara búin að vera í miklu brasi. Þú sjálfur náttúrulega ætti að vera samvinnslaus. Hver er svona staðan á framhaldinu á þínu ferli? Hún er bara góð. Það mun vonandi eitthvað að skýrast á næstu dögum hvað gerist, en það er ekkert staðfest, en það mun vonandi skýrast svona þessari viku eða næstu. Ertu að fara að skipta um félag? Já, það er 100%. Það var alltaf bara planið? Já, það var planið. Líka bara, já, það var eiginlega bara planið. Klúbburinn og við bara ákveðum að þetta væri búið og já, þannig að ég er bara að geta klúbb næsta ári. Það er 100%. Það er að halda þér í Þýskalandi? Líklega, já, líklega. Hvernig þú náttúrulega bjóst í Svíþjóð og allt þetta, alltaf svona ákveðin stemming að mæta sænska landsliðinu? Það er það og maður er búinn að spila með einhverjum gæðum og það er alltaf gaman, líka frábært landslið líka og þannig að þetta verður bara skemmtilegt verkefni held ég. Það er bara geðveikt að fá svona þjóð til Íslands í 2 æfingaleiki í sikvaru húsinu og sikvaru umgjörðin. Bara algjör snilld sko og ég man ekki, það var man ekki hvenær síðast, þeir komu líka fyrir einhverjum árum síðan, það komu þeir og þetta voru frábæri leikir og vonandi verður bara stútfullt og verður svona myndað smá stemming í kringum þetta og við getum nýtt tíma vel í að slípa liðið betur saman og svona.